HTTP og form það sem við ætlum að fara yfir í dag, en fyrst eru nokkur atriði sem er vert að fara aðeins betur yfir frá því í seinustu viku. Ef þið ætlið að nota Express og Async og Await í middleware-unum sem þið eru með, þá þurfum við að passa upp á að grípa allar villur sem geta komið. Ég nefndi þetta í fyrirlestri og það kom inn ein fyrirspurn á Slack þetta, en það er þetta að Async og Await bara svona syntactic sjúkar fyrir promises, þannig við þurfum í raun að katsa efsta fallið sem er async. Og við getum gert þetta fyrir hvert einasta middleware sem við erum að gera, eða við getum búið til svona higher order fall sem sér þetta almennt. Hérna eru glærur úr kynningu frá honum Wes Bos, sem er svona kennari og er með fullt af svona netkúrsum. Hann var til dæmis að gefa út CSS Grid ókeypis kúrs sem er mjög áhugaverður ef þið viljið skoða hvernig grid virkar. Og þá getum við búið til svona almennt middleware eða svona higher order fall sem rappar eitthvað middleware sem við búum til. Þannig ef þetta middleware er sem sagt async function og getur þar af leiðandi kasta villum, ef við gerum með syntax villu, notum villu sem breytu eða eitthvað, þá myndum við fá villu frá node sem er svona uncaught promise eitthvað in the future this will be an unhandled exception and will crash your program eða eitthvað svona. En með því að rappa þetta með þessu hér, sem er þá þetta fall hérna, þá sjáum við að þá nýtum við okkur það að við getum skilað föllum í JavaScript. Og það sem við gerum þá hérna er að við skilum falli sem er í raun middleware hérna, það er með rec, res og next parametrana sem að þýðir þá að það er middleware. Og það skila síðan fallinu sem við sendum inn, sem þá í þessu hérna tilfelli er async middleware. Því falli, það kallaði það fall með rec, res og next úr middleware-inu, þannig að það fær í raun, þetta er bara middleware líka, það fær inn alla parametrana sem middleware þarf, en aukalega þá setjum við hérna catch á það, þannig að ef í raun þetta fall myndi skila villu, þá myndi þetta catch grípa þá villu og senda í raun villuna áfram inn í next, sem þýðir þá að það muni fara í keðjuna sem að mun á endanum enda í villugrips middleware-un okkar. Þannig að ef við skoðum þetta, aðeins að laga til í þessu. Þannig að hér erum við með eitthvað async error middleware sem að mun í raun kasta villu, og það mun kasta villu út af því að við erum að nota foo sem bara óskilgreind breyta. Förum hérna í Þannig að núna kerum við hérna server upp, opnum það og sjáum að það eru 3 ráð, eitt sem heitir error, sem er í raun bara mun kasta þessari villu, eitt sem heitir error handled, þar sem við í raun búum til okkar eigin rapper utanum nákvæmlega þetta middleware, þar sem við erum í raun að kalla í, ekki rapper utan það, heldur við erum bara að búa til annað middleware sem að rappar þetta, nákvæmlega sama falli hér inn í þessu middleware, en sem gerir síðan þetta return rec res og svo katsar það hér. Og svo að lokum köllum við fyrsta en með svona almennu higher order falli sem sérum þetta. Þannig að ef við keyrum hérna localhost error, þá hangir bara browserinn hérna. Og ef við skoðum hvað er hér, þá fáum við þessa villu unhandled promise rejection warning. Þannig að þetta er svona, þetta getur verið afskaplega ólæsileg villa, og ef við skrollum hérna upp, þá held ég við fáum einhvers staðar, já hérna reference error hér, en þetta verður rosalega súpa af einhverjum villum sem við erum að fá. En ef við síðan förum og gerum error handled, þá fáum við bara villu, sem þýðir þá að villan fer í raun í error handler middlewareið okkar hérna, og síðan að lokum þá getum við gert þetta error 2 sem er hafa sér nákvæmlega eins, en er þá að nota þetta higher order fall hérna. Þannig að þá getum við búið okkur til svona utility fall
sem við getum verið með, hei, hérna eitthvað middleware sem að fara að lesa skrá á disk og við nennum ekki að vera búa til eitthvað svona sérstaklega fall utan það. Þannig að þá getum við í raun rappað það fall með þessu falli. Þannig að við erum í raun að búa til fall sem tekur fall, skilur falli sem eina sem það gerir bara að passa upp á að villurnar muni ekki leka út fyrir okkar í raun villumeðhöndlun. Já, öll middleware sem í raun að fara að vera async. Þannig að ef við erum hérna með eitthvað annað rát sem heitir hérna get eitthvað read og það að fara að lesa ykkur skrá á disk, þá getum við sagt catch errors read file from disk sem að væri þá með signatureið async function read file from disk. Þannig að það var einhvern veginn svona. Þannig að þá þurfum við að, þá getum við getum við einbeitt okkur að því að skrifa bara lógíkuna okkur í þessu falli, nota try catch utanum það sem við erum að veita, en síðan ef við gerum aukalega einhverja villur eins og syntaxvillur eða eitthvað svoleiðis, þá þurfum við ekki að hafa ágjörð af því að það muni í raun valda einhverjum svona óæskilegum aukaverkunum. Síðan þau ykkar sem eru svona farin að vinna í þessu og hafa unnið þessu áður, þá kannski kannastu við að það getur verið mjög hvimleitt að vera alltaf að gera einhverja breytingar í einhverju ráti og þurfa síðan að fara í konsól, drepa vefþjóninn og restarta honum til þess að geta séð breytingarnar. Við getum nota tól til þess að fylgjast með og restarta, þá bara watchar hann í raun skrána, ef hún breytist þá drepar hann prósessin og restartar honum. Og þetta virkar svipað eins og við erum með browsing og við getum látið þetta virka með browsing, þannig að bara alla breytingar sem við gerum, hvort sem að breyta backendunum okkar eða framendunum okkar, sjá til þess að allt restarta sjálfkrafa. Og eitt af þessu NodeMon eftir hann Remi Sharp, Íslandsvinur, hann kom inn á heilt workshop núna senasta haust og hefur komið nokkuð til Íslands. Og NodeMon þá eitthvað tól sem að við setjum upp bara globally með NPM og í staðinn fyrir að segja Node þá segjum við NodeMon og skráin sem við ætlum að keyra og þá mun NodeMon fylgjast með öllum skrám í sömu directoryju og öllum subdirectoryjum og ef einhver þeirra breytist mun hann restarta í raun þessum prósess. Þannig að við skoðum dæmum þetta eftir. En HTTP, það sem að við, því að við svona heyrt af þessu og við höfum skoðað þetta svona á til, en bara förum aðeins yfir þetta og frískum upp á. En HTTP 1.1 svona mest notað í dag, þó svo að HTTP 2 sé að sækja mjög í sig veðrið og margir stórir aðilar eins og Google fyrir að servera allt í HTTP 2. En HTTP notast að TCP/IP fyrir gagnaflutningin og DNS til þess að þýða IP-tölur yfir í lén. Og HTTP byggir á request response sem við erum búin að sjá í Express. Það alltaf þetta request og þessi response og alltaf á milli clients og servers. Þannig við erum að skrifa serverinn, browserinn að opna með því að búa til request yfir á serverinn okkar og færa response tilbaka. Og það það sem við erum að gera núna, að framkvæma þessar aðgerðir. Það sem við erum að dúlla okkur í þessa dagana. Request sem sagt þessi einhver aðferð, get, post eitthvað svona og auðlind sem við erum að vísa í og einhverja útgáfa HTTP, einhverjir headers, tóm lína og svo hugsanlega einhver gögn. Og þessi gögn koma þá til þegar við viljum senda eitthvað í gegnum form. Þá þurfum við að senda þessi gögn með requestinu og þá þarf serverinn að taka við þeim og gera eitthvað við þau. Og þetta headerinn líti einhvern veginn svona út og þeir eru mjög margir hérna og mismunandi hvað þeir segja til og við munum svona hægt og rólega að sjá svona hvað einhverjir headerar gera hér og þar. Responsið síðan mjög svipað, það statuslína sem segir til hvaða útgáfu verið að svara í, verið að svara í HTTP 1.1 eða HTTP 2, staða sem tala, til dæmis 200 og staða sem texti, til dæmis OK. Þannig að við getum fengið HTTP /1.1.200 OK, sem þýðir bara það gekk allt upp og við getum byrt responsið. Síðan koma headers sem serverinn, vefþjónninn segir, tóm lína og svo hugsanlega gögn. Og í flestum tilfellum gögn, eins og bara þegar við opnum venjulegar get requestur, þá fáum við bara HTML tilbaka og birtum það. Þannig að þá það einhvern veginn svona.
Headers eru sendir bæði request og response og þeir eru mjög einfaldir. Þetta bara eitthvað key value pair. Það er eitthvað heiti, tvípunktur, gildi. Eins og connection close. Með Express þá getum við sett headers í response-inu okkar með því að segja res set key value. Við ættum ekki yfirleitt að þurfa að setja sjálf þegar við erum bara að setja svona eitthvað almennt, senda eitthvað almennt frá okkur. En það kemur fyrir að við viljum gera það. Þá getum við nota þetta eða einhver svona handtag föll í Express fyrir svona almennar aðgerðir. Eins og til dæmis content type. Content type segir til af hvaða gerð gögn eru, bæði þegar við erum að senda request á vefþjóninn og þegar við tökum tilbaka response. En content í request þá erum við að setja þetta ef við erum að senda form og þá getum við, þetta áttu nú ekki að vera indrið hérna heldur, hérna eitt tilbaka, en síðan þegar við erum að skila frá okkur þá getum við nota hjálpafallið res type í Express sem setur content type og þá setur það content type til dæmis sem hérna res type hérna, þá getum við sett .html, HTML, JSON og þá sér Express það að athuga hvað er JSON, það er application JSON sem er MIME typeið á þessari auðlind sem við erum að fara að senda frá okkur og við setjum þetta í response, þá segjum við hvað við erum að senda frá okkur, erum við að senda frá okkur HTML eða CSS eða JPEG mynd eða eitthvað og við getum aukalega sagt í hvað karaktersetti erum við að senda þetta í. Þannig að við getum sendt content type text HTML header og við getum sett content type text HTML með charset UTF-8. Ef við gerum þetta, þá mun þessi header, þessi charset skilgreining hafa hærri forgang en svo sem sett er í meta charset í HTML-inu okkar. Þannig að ef við lendum í því að vera að debugga eitthvað svona, það eru skrýtnir stafir, við erum búin að meta charset, þá þurfum við að athuga, er líka verið að setja content type charset fyrir okkur. Ef við síðan notum hérna res send, þá mun það alltaf yfirskrifa content type headerinn ef við höfum sett hann áður, út frá því hvað Express heldur hann muni verða. Því að res send er hérna hjálpafall sem setur content type og content length og svona. Þannig að þetta er svona plussar og mínusar við það að vera að eiga við þetta. En ef við skoðum aðeins hérna content type, þá getum við sett hérna eitthvað fall sem sendir eitthvað form, eitthvað sem sendir texta, þannig að þá segjum við hérna res type text sem við þá setja svarið sem texta og hérna res set content type text HTML með í raun viljandi vitleysu karaktersetti út af því að við sjáum hérna að við erum að nota UTF-8 hérna niðri og segjum samt hérna UTF-8. Content type. Þannig að ef við gerum svona, skoðum hérna hvað erum að gerast í requestinu okkar. Já, þetta var ekki eins og part af dæminu. Það var hérna text. Þá sjáum við response headerinn hérna er í raun content type text plain charset UTF-8. Þá er það öðruvísi en ef við erum með þetta sem HTML, þá er þetta túlkað sem texti og það er ekki með sett neinn, það er engin sett neinn svona fyrirfram ákveðin style sheet, það er engin user style sheet sem er sett á þetta. Þegar þú opna lúðaskrár í vafranum til þetta? Já, eða TXT-skrár. Þá segir vafrinn, hei, þú ert að opna ykkur sem heitir TXT, þetta er örugglega textaskrá, ég ætla að birta það sem textaskrá en ekki sem HTML. Þannig ef við gerum núna node-mon hérna niðri, þá startar þetta svona og ef við kommentum út hérna þá sjáum við að það restartaðist hér, ég veist ekki að fara niður og restarta þessu sem getur spara manni kannski lítið svona til að byrja með en í heildina mjög mikið. Þannig hérna er ekki mikil breyting nema svo að núna er þetta túlkað sem HTML, vafrinn tók þetta
bjó til DOM út frá því sem það held að þetta væri, heyrðu þetta er body, bara eitthvað hérna, hello world, setur user-agent style-sítið á þetta. Þannig að svona getum við átt við. Þannig að ef við erum að geyma mynd í gagnagrunni og ætlum að pura henni út, þá getum við sett þarna réttan header til þess að við sendum út JPEG-mynd í staðan fyrir að fá eitthvað rugl. Já, það var annar partur á þessu dæmi sem var hérna /html. Þannig að við fyrir yfir á það. Þá sjáum við charset UTF-8 út af því að við erum að gera send. Þannig að það yfirskrifaði þetta hjá okkur. En ef við gerum end, sem endar bara responsið og skrifar það sem er sett inn í það, þá fáum við hérna ruglaðan staf út af því að það verður að birta UTF-8 sem ISO 88591 eða Latin 1 sem að augljóslega er ekki það sem við viljum. Þannig að þá er ekki lengur verið að setja þetta fyrir okkur, heldur erum við að sjá þetta sjálf hérna. Síðan ef við vildum til dæmis í staðinn fyrir að við myndum birta eitthvað skjal, myndum við bjóða notendunum upp á að downloada því eða bara láta hann downloada því, þá getum við sett content disposition headerinn. Hann er default til þess að inline, hann sé birtur inline í vafranum, en við getum sett hann til þess að láta birta sem attachment og þá er sagt þetta sem þú ert að sækja er í raun attachment við vefinn, þannig að þú ættir í raun að birta notendanum einhvern glugga til þess að vista þetta niður eða bara vista þetta beint niður. Þannig að þá getum við búið til svona download sem segir hérna eitthvað file name test.txt. Þá setjum við þennan header content disposition, attachment, file name hérna test.txt og þá er allt sem við sendum mun í raun vera innihaldið í þessari skrá. Þannig ef við hvað heitir þetta hjá mér? Bara download. Þannig þá opnum við þennan. Þá erum við með einhvern hlekk hérna sem segir bara download. Við ítum á hann og þá gerist ekki neitt, við birtist ekki neitt, heldur fáum við bara hérna niðri download af einhverju textaskrá sem er þá hérna hello world, sem er það sem við settum í. Þannig getum við gert það sem við viljum. Þetta er ekkert svakalega flókið þá að búa til eitthvað viðmót sem að býður að vinna með eitthvað gögn og svo getur við downloadað þeim og unni með þeim. Getum búið til svona comma separated gögn sem við getur importað í Excel og gert eitthvað magic. Aldrei vanmeta kraft spreadsheet for þetta. Þið haldið að þið getið skrifað eitthvað betra for it. Já, þú getur hérna reiknað eitthvað svona, en ég get ekki gert mínar eigin formúlur. Það bara eitthvað, ok, ég gerir bara það sem getur exportað gögnunum og setta það inn í Excel og gert eitthvað. Það er yfirleitt besta lausnin. Síðan er þjöppun, ef við erum með eitthvað rosalega stóran vef, með rosalega miklu textaefni, eða bara almennt, þá getum við sett þjöppun á gögnunum með, þá getur client til að byrja með sagt, ég styð encoding, þannig að ég sem client styð gzip og deflate algoritmana til þess að til þess að þjappa gögn. Og þá getum við sem server sagt, ok, við ætlum að þjappa fyrir þig svarið til þess að við þurfum að senda bara minna yfir vírinn. Þannig að ef við erum að fara að senda yfir 5 megabæta texta og við bara gzipum það, þá fer það niður í einhverju 100 káa. Þannig að við getum verið að spara sko 60, 70, 80% af payloadinu bara yfir vírinn, bara með því að setja þjöppun á svarið. Þá segir serverinn bara eitthvað, þú ert að fara að fá efni sem er gzipað. Þannig að þú þarfst að byrja því að unzipa því áður en að þú gerir eitthvað annað við það. Og þetta getur skipt miklu máli bara fyrir það að vera að downloada einhverju yfir hægt net, af því að það er að downloada einhverju, til dæmis á lélegu 2G neti, er miklu betra síðan að nota bara síman sem síðan nota bara CPU-ið sitt til þess að unzipa og það er miklu betri upplifun. En þetta er svona aðeins flóknara því að þannig þurfum við að velja eitthvað compression algoritma, við þurfum að kompressa þetta rétt, við þurfum að það er svona alls konar hluti sem við viljum ekkert endilega vera að spá í, við viljum bara þjappa og vera búin. Þannig að þá er compression middleware sem er til, sem séum að þjappa efni sem við sendum frá okkur og við sækjum það bara frá NPM og notum það svo þetta app use ofarlega, það þarf að vera að fara sem efst í middlewareunum okkar til þess að það sjáu öll gögnin sem á að þjappa.
og við bara sækjum það og gerum svo app use compression. Þetta er mjög solid pakki frá Express, bara búið að splitta út þessari virkni yfir í þetta og er í raun með fullt af einhverjum skilgreiningum. Við getum sett eitthvað level, við getum stilt hérna hvernig algoritminn, hvað algoritminn við preferum, hversu mikið á að viljum við best eða fast og svona. Og þá ef að við kveikjum að þessu í einhverju forriti hjá okkur, hérna compression, þannig að þá sækjum við hérna compression, við notum það hérna og það hefur svona threshold sem segir til hey, ef þú ert að senda minna en 1 kilobæti þá þurfum við líklegast ekki að sippa því. En hérna tökum við fram fyrir það og segjum bara eitthvað sippaðu allt sem þú sendir frá þér. Og við ætlum að senda hérna halló heimur. Þannig að við kveikjum með þessu. Og opnum eitthvað hér, þá lítur þetta bara svona út. En ef við förum í network og opnum, þá sjáum við hérna að response, content encoding, gzip, transfer encoding, chunked. Þannig að það er að segja eitthvað, hey, þú farið í einhverjum chunkum og ekkert svo sem að skoða hér, að sjá hér. En ef við notum síðan curl, sem er svona tól sem við getum notað til þess að debugga HTTP requestur og við segjum sér hérna curl, opnaði HTTP 127.0.0.1 3000, þetta er localhost, vertu verbose, prentaðu alla headera bæði í requestinu og í responsinu og settu headerinn á requesti sem segir accept encoding gzip. Þannig að þá fáum við þetta og hérna er í raun, þannig tengist, hún framkvæmir get með accept encoding gzip hér, hún acceptar allt, stjarna, ok, við tökum við, powered by Express, content encoding gzip og síðan fáum við hérna í raun binary þjöppuðu gögnin. Þannig að þarna er þetta í raun ekki mikill sparnaður af því þetta er örugglega stærra en payloadið og þetta er svo stutt sem við erum að sippa en það er vissulega verið að sippa þetta. Og það er til mikið af svona middlewareum fyrir alls konar svona HTTP verkefni sem við munum skoða, sem næst munum skoða hvernig við getum unnið með cookies og session og svona. Og það er annað framework sem heitir Connect sem notar sama sömu tegund af middlewareum með svona functions sem er með rec, res og next. Og við getum notað þau líka. En hérna sjáum við til dæmis body parser, skoðum það svo eftir, compression þar sem við vorum að skoða, cookie parser, CORS fyrir cross origin resource sharing, heitira, CSRF til þess að passa á móti CSRF árásum og meira hérna. Þannig að gott að lítið þetta ef við erum að fara að leysa ykkur svona verkefni. Og þetta er svona eitt af þeim tækifæri þar sem að maður bara grípur þessa pakka af mikilli gleði til þess að þurfa ekki að fara að skrifa þetta sjálf. Af því að félaginn hefur reynt að skrifa svona HTTP parser sjálfur. Það er bara, þetta hlýtur að taka svona 1 dag og 2 vikur seinna. Þetta hlýtur að taka svona kannski 2 dagi viðbót, 2 vikur seinna. Þetta vindur upp á sig, það er svo gífurlega mikið af edge caseum í þessu. Ok, URI, til þess að rifja það upp, er strengur sem skilgreinir einhverja auðlind með nafni, staðsetningu eða bæði og auðlind er þá eitthvað sem við viljum nálgast, til dæmis eitthvað HTML eða mynd eða CSS eða whatever. Svo erum við með URN og URL og URN er þá í raun nafnaparturinn af þessu, skilgreinir einhvern hlut bara með nafni. Þetta getur verið ISBN-númer á bókum. Hver útgáfa bók hefur eitt uniform resource name sem er í raun einhver tala fyrir hverja útgáfu, en URL er síðan eitthvað sem staðsetur eitthvað. Og þetta er skilgreining hérna í þessu RFC 3986. Þannig að URL er í raun subset af URI sem að gefur okkur leið til þess að komast á þennan áfangastað. Þannig að URL samanstendur af einhverju skemu, tvípunkti, 2 skástríkum, host, tvípunkti, portnúmeri, slóð, query streng sem við höfum séð aðeins og við vinnum með svolítið í formum. Og query strengin er spurningamerki fyrst og svo kom alltaf key value pair sem er name key, jafnt og value og ampersand á milli.
og síðan einhver fragment identifier hugsanlega sem er með Octothorpe hashtaggi aftast sem segir til hvað við að hoppa innan síðunar. Þannig að þá þetta dæmi þetta, skema hér sem getur verið HTTP, HTTPS, FTP og margt fleira. Og þegar við erum að vinna með svona URL eða URI þá þurfum við oft á tíðum að passa upp á að stafirnir séu réttir þannig að þeir geti farið yfir vírinn sem ekki ASCII stafir. Þannig að við þurfum að encóða þá. Og í JavaScript getum við notað encode URI til þess að taka einhvern streng og encóða hann þannig að hann geti farið yfir sem URL eða URI. Og URI getum við hugsað sem nafn hlutsins og URL sem heimilisfang. Example.org URI. HTTPS URL og URI. Við getum farið að heimsótta example.org á mörgum stöðum. HTTP, HTTPS, FTP og svo framvegis. Þannig að URI alltaf tæknilega rétt, en við getum haft villast fyrir okkur við segjum URL ef það ekki tæknilega heimilisfang hlutarins. Ok, svo curl eins og við vorum að nota aðan. Þetta verður rosalega gott að nota og þið sjáu þetta oft vísað í svona documentation fyrir vefþjónustur sem við munum skoða seinna. Þá gefin einhver dæmi, hey, þetta vefþjónusta, þú vilt gera svona til þess að fá gögn. Hér curl dæmi. Þá bara eitthvað curl, slóðin og einhverjir command eitthvað, þá fáum við tilbaka gögnin sem við erum að nota. Þannig þetta að nota eins og þetta das-waf til þess að fá þetta verbose svar. Þá sér maður nákvæmlega hvað í gangi, hvað við erum að búa til og hvað við erum að fá tilbaka. Og við slumum það ekkert endilega auðvelt að finna þetta, að þetta sé actually að zippa, nefnum með því að skoða svona. Hérna curl-hacks.se heimasíða curl. En hérna nokkuð dæmi sem við getum notað, eins og slumum þetta að senda gögn með post. Það gagnlegt og við nota eftir. En síðan höfum við þessar aðferðir sem við getum notað. Get, post og head voru þær fyrstu, síðan bættust við fleiri í 1.1. Og get það sem við erum að nota yfirleitt. Head biður bara hausana en ekki í raun contentið. Post sendir á server eitthvað sem í body á requestin okkar og segir við serverinn að gera eitthvað við það. Það þá fer eftir í ákvaða URL eða URI við erum að senda það, hvað mun vera gert. Put segir að fyrir eitthvað URI sem getur verið einhver notandi í einhver gagnagrunni, hér eru uppfærðar upplýsingar þennan notanda. Put munum við nota þegar við fyrir að gera vefþjónustur, líka delete til þess að búa til svona viðmót til þess að geta eytt einhverjum gögnum í gegnum vefþjónustu viðmót. En í framenda og bakenda erum við bara að nota get og post. Og það út af því að við getum notað form til þess að búa til þessi request. Form með method og action. Method get býr til get requestu og method post býr til post requestu og setur þá allar breytunar í request bodyið. Þannig að við getum búið til eitthvað svona form með method get, action get, type text og þá getum við bara búið til einfalt rát á móti í Express eða hverju sem við erum að nota til þess að taka við þessum gögnum og gera eitthvað við þau. Þetta getur til dæmis verið að búið til einhver leit. Það einhver leitarreitur, við sláum inn eitthvað leitarorð. Þetta tekur leitarorðið, sendir það inn í eitthvað fall sem að gerir leit í einhverju gagnagrunni og skilar okkur svo síðu með niðurstöðunum. En síðan flækist málið aðeins þegar við fyrir að nota post. Postgögn geta verið stór og almennt og bara þau koma inn sem straumur. Þannig að það klientinn streymir postgögnunum frá sér yfir á serverinn. Ef að serverinn styður það, sem að þeir flesti gera, þá í raun rec-parturinn af í middleware-un okkar eða þegar við erum að meðhöndla requestið event emitter sem þýðir að við getum í raun
bænda á hann on data, on close til þess að reyna lesa þennan straum og taka þessi gögn og gera eitthvað við þau. Og þar leiðandi verður þetta ekki jafn handhægt og lesa get-gögnin. Þegar við þurfum í raun fyrir þetta hérna sama, við erum að taka við einhverju gögnum hérna og við breytum úr get yfir í post, að þá þurfum við í raun, ef við ætlum að skrifa þetta alveg sjálf, þá þurfum við að búa til middleware sem að sér það að tengja sig við requestið og fá í raun þess að chunka frá requestinu, setja þau safnaðum saman hérna í eitthvað chunks og síðan getum við í raun í handletnum okkar fyrir rátið fengið þetta úr body. Yfirleitt það skilgreint þetta body sem það sem að koma í requestinu. Og ef við tökum dæmið það, þannig hérna erum við með post, sjá. Þetta er dæmið. Þannig þá erum við að taka við þessu hérna. Þetta er bara alveg eins og þurfum að lesa upp skráða disk. Við fáum data og við kallum þetta chunk sem við erum að fá, eitt chunk í einu. Við setjum hann hérna í eitthvað chunk fylki og síðan þegar það er búið þá joinum við saman öllum chunkunum okkar í body og getum síðan nálgast það hér. Þá getum við sendt hérna ASDF, við kveikjum á þessu. Þá sendum við hérna, requestið okkar er hérna form data, ASDF, foo, ekki neitt. Þá getum við séð að það fór í raun svona yfir vírinn. Svona það parsað og svona það URL enkóðað og ekki decóðað þegar það í raun engin non-ASCII strengur þarna. Og þá sjáum við, þá fáum við það eins hér. Þannig að núna myndum við þurfa síðan taka við þessum gögnum og splitta þeim upp á ampersandi, splitta þeim upp á jafndómerki og fara að eiga við, fara í eitthvað svona strengja leikum með þess að við komast í actual gögnin sem voru sendt. Og ef við sendum eitthvað meira hérna, halló heimur, svo bara eitthvað, tökum eitthvað. Þannig hérna þetta sendt yfir, URL enkóðað. Þá getum við séð aftur að posti hérna. Halló heimur, það er svona encoded, þannig að litla ó og bil er plus, litla ó er %C3, %B3 sem er UTF-8 karakterpointur fyrir litla ó. Þannig að þetta verður svolítið brass. En hvernig þessi gögn eru tekin og hvernig þau eru sett upp er í raun skilgreint af einhverju sem heitir ENS-type. Þau eru í raun, þannig að þegar þau eru submitin formi þá er gögnunum konvertað í einhvern struktúr sem er skilgreindur af ENS-type og síðan sendur á destinationið sem er skilgreindur af action attribútinu á forminu með methodinu sem er skilgreint. Herru, tökum 10 mínútna pásu, þannig að við förum enn dýpra í formin.